Halló, skotta. Kæru gestir, velkomnir. Stóra hátíð. Ætla að byrja hérna á nokkrum bröndurum. Ertu þá tilbúin, Rósenberg? Já, ég held það bara. Þetta svo spennandi. Rósenberg heiðursgestur á ljóðlistahátíð Skoffína. Já, ég er samt pínu stressaður eitthvað. Þetta svo stór viðburður. Hvaða? Ég er viss að þú slærið í gegn. Sólon bróðir verður þarna og ég vona bara að ég verði ekki orðlaus. Orðlaus? Þú? Já, það kom einu sinni fyrir mig þegar ég var að flytja ávarp á árshátíð Skoffína. Kom ekki upp einu einasta orði. Sólon bróðir hló sem máttlausan. Það var nú alls ekki fallega gert af honum. Nei, síðan þá hef ég verið með hennan hræðilega sviðskrekk. Ég veit hvað þú gerir. Ég ætla ekki að ímynda mér að allir í salnum séu berir. Berir? Já, berir. Þú veist, hárlausir. Sköllótt Skoffína! Hvað? Nei, það var alls ekki það sem ég ætlaði að stinga upp á. Nú? Ég ætlaði nefnilega að stinga upp á lausnarsteini. Já, auðvitað. Hann losar málbeinið. Já, hafðu hann bara með þér, ég set hann inn í vasann hjá þér og ef þú verður orðlaus þá setur hann undir hökuna og hnúturinn leysist. Það er ekkert víst að þetta klikki. Ég þakka þér fyrir, skotta mín. Þú ert stundum alveg ágæt. Þú ert nú bara alls ekki sem verstur sjálfur. Já, best að ég fara að drífa mig. Mér finnst betra að vera of snemm á ferðinni heldur en of seinn. Já, þá hef ég líka tíma til að æfa mig á ræðunum minni. Já. Jæja, góða ferð, elsku Rósenberg, og gangi þér nú vel. Þakka þér fyrir, skotta mín. Heim! Já, Rósenberg, hann er farinn. Ég gleymdi nefnilega alveg að spurja hann út í ljóðlistaverkin sem hann var búinn að leyfa mér að birta í blaðinu. Hvar ætli hann hafi sett þau þarna? Já, þetta er hellingur. Já, hérna hér. Blaðið verður sérlega þykkt í dag. Það eru svo margir búnir að senda mér sögur og myndir og brandara og svo eru mjög margir að auglýsa eftir týndum köttum og stökum sokkum. Þú maður sjá. Þetta verður fínt blað, held ég bara. Ætli þetta sé amma Björg. Kom inn! Kom inn! Ekki óskaplega er hún feimin. Kom inn! Já, góðan daginn. Þú ert hérna... Mikið svakalega er þetta langt nafn. Sunna Karítas Oktavía Torfhildur Tildurófa Aðaldal. Já? Já, ég var ekki viss. Hérna stendur nefnilega skotta. Já, ég er alltaf kölluð skotta, en ég er samt ekkert með skottuðin eins og... Rósenberg. Hann er ekki skráður hér. Hver er það? Já, hann er Skoffín, en hann er bara ekki heima. Skoffín? Það er hundur. Nei. Eða köttur. Nei. Gæludýr. Ha? Ertu með leyfi fyrir honum? Leyfi?
Já, einmitt, hann í leyfi. Það mjög mikilvægt að hér séu réttar merkingar á hurðunum. Því annars gæti fólk bara vilst á stigaganginum eða jafnvel lent í einhverjum æði... Heyrðu, værirðu nokkuð til í að hjálpa mér aðeins? Ég svolítið föst. Já, ég má nú eiginlega ekki verið að því. Gerðu það, annars þarf ég að sitja hérna föst þangað til að Rósi kemur heim. Jæja þá, Þú getur bara borið upp erindið á meðan. Ég heiti Uni. Uni? Já. Bara Uni? Já, það bara alveg nóg. Anna væri bara óhóf. Ó? Já, ég nýfluttur í blokkina og í framboði til formanns húsfélagsins. Heyrðu, væri þú til í að toga hér og ég sný hér? Já. Já. Svona, 1, 2, fyrirgefu. Æ. Já, ég sem sagt bý á annarri hæð. Annarri hæð? Það lítur að vera, ekki býr á þessari. Já, ef að reyna einu sinni enn, kannski. Já. Þú kannski snýrð hér og ég toga hér. Já. Já. Veistu, slökkur bara hér, kannski. Ég sem sagt að safna atkvæðum. Já. Já, mér finnst vant allt skipulag og aga hérna á stigaganginn. Dæmi. Konan sem býr fyrir neðan mig. Já, hún frú Gerður. Já, það ekki svefnfriður fyrir hérna á daginn. Ha, ertu andvaka á daginn? Já, veðri nú ekki bara á nóttunni. Og eitthvað þarf að skráða. Ó. Svo hún frú Gerður endanlaust að skilja eftir eitthvað drasl á stigaganginum. Til dæmis daginn, þá datt ég einhvern stór undanlega blómapott sem hún skildi eftir á miðjum ganginum. Stórhættulegt. Sérðu hvernig það fór með mig? Stórslasaður, farlama. Það ekkert auðvelt að labba upp alla þessa ganga. Og fyrir viku síðan, þá hafði hún svo svakalega hátt að rafmagnið fór af allri blokkinu. Og það þurfti að kalla til björgunarsveitarnar og lögreglu og... Já, ég alveg viss að þetta var ekki viljandi gert hjá henni. Já, ég bara geti þetta ekki lengur. Ég hef ekki sofið sín í flutti hingað inn. En það gengur nú alls ekki að vera ósofin í framboði. Nei. Veistu hvað? Þú skalt bara fara niður og leggja þig og ég skal tala við frú Gerði. Hún hlustar örugglega á mig. Og hafðu þetta með þér. Gjörðu svo vel. Hvað þetta? Þetta svona lofnarblóm og þú setur það bara undir koddan hjá þér og svo leggstu á koddan og þá myndir sofa mjög vært. Já, og taktu líka... Nei. Þetta smá góðgæti. Það bara svona gottir til þess að gleðja þig. Smákökur? Já. Þakka þér fyrir. Já, gjörðu svo vel. Já. Og góða nótt. Eða góðan dag. Eða sofðu nú bara rótt. Já. Já, ég ætti líklega að fara svolítið varlega, alveg svo Rósenberg segir alltaf. Ég kannski svolítið hávær stundum og það nú alveg óþarfi að kenna frú Gerði allt saman. Hún hefur nú reyndar alveg ótrúlega hátt sjálf. Skellir hurðum og æpir og skrækir. Já, ég ætti kannski bara að fara og tala við hana. Hún hlustar alveg örugglega á mig. Ég veit, ég fer með hörpuskottið og spila svolítið fyrir hana. Það gleður hann ábyggilega. En fyrst verð ég að klára blaðið. Hva? Ætli Unni sé komið strax á fætur? Komdu sæll, Unni, hvernig svafstu? Blísiglatt, brúldi fart. Nei, ekki aftur. Glas? Já, Unni, komdu aðeins inn fyrir, ég þarf eiginlega að segja þér svolítið. Fluppi, flupp, glatt, snúsi, snús. Ha, við fyrirgeðu, ég skil ekki alveg hvað hún segir. Snúsi, snús. Já, komdu aðeins, það svolítið sem ég þarf eiginlega að segja þér. Sko, smákökurnar sem ég gaf þér, þær ekkert alveg venjulegar smákökur. Flís? Nei, sko, þær eru svona bullukökur sem ég bakaði óvart einu sinni og þær gera mann svona svolítið óskiljanlegan. Flúpp! Bengolmi belfannas! Já, nei, þetta ekkert þess að vera hræddur við. Ég get nefnilega léttilega lagað þig með lausnarsteininum. Lórelífi. Úlben.
Og þetta er ekki einu sinni neitt sérstaklega hættulegt. Þetta er meira að segja bara svolítið skemmtilegt. Svona. Flettikút. Sirki lífi, likki bobs. Möff, blandi fugla. Góðan og glæsilegan. Míski! Hyrðu, góði minn. Ég er sko engin kissi. Komdu sæll, ég heiti Rosenberg. Flísimann, blandi fugla, homs. Ó, nei, skotta. Ekki aftur. Ég held þú væri löngu búin að henda þessum bullukökum. Flúp. Jæja, það er svo sem ekkert hættulegt. Allavega ekki í svona stuttan tíma, vona ég. Flúp, skomber, flempina. Ha? Já, ég man. Við notum lausnasteininn alveg rétt. Blítzen. Hvert eru þið að fara? Gingangu, lígoli, vassa, gingangu. Nei, nú eru þið orðin alveg rugluð. Ó, best að sækja lausnasteininn á þetta svasa sig. Og heila seila, hó. Skotta mín! Ó, heila seila. Skotta! Ó, heila seila. Flas, Ég finn ekki steininn. flísimann, góðsinn fleipinaf. Ó, kjána skoffin get ég verið. Þú lánaði mér hann í morgun. Ó, ég er búinn að steingleyma því. Bíðið bara rólega, ég skal finna hann. Gingangu, lígoli, vassa, gingangu, lígoli, vassa, gingangu. Skotta mín! Heila, Skotta! Flas, flísimann. Það gæti verið að ég hafi týnt honum svolítið. Fís, falkansbí. Bara svolítið. Flúp, Möff. Æ, nei, ég veit ekki hvað við eigum að gera. limbalús, Hvað segirðu? lommi, krill. Ha? Flísimann, Hvað segirðu? flísimann, musisus, lommi, krill. Skotta mín, Hver er þú annars? Mí. Prö. Já, einmitt. Ég myndi það allt í einu að auðvitað á amma Björg lausnarstein. Ó, auðvitað. Fís. Já, þú setur hann bara svona undir hökuna og lokar augunum og þá losnar hnúturinn. Svona? Já, einmitt svona. Já, þetta var nú bara svolítið gaman. Já, Já, ég hef nú bara ekki hlegið svona lengi, svona mikið. þú verður bara að koma oftar í heimsókn hingað. Já, kannski það. Nei, nú held ég bara ég verða að fara að leggja mig. Já. Já, veistu að ég er bara alveg úrvinda eftir þennan hasar. Góða nótt, Hver var þetta, Skotta? Þetta var hann Uni. Hann er nýfluttur í blokkina. Já, hérna hér. Hann vill vera húsmaður. Ha? Vill hann verða húsmóðir? Skotta mín, húsmóðir? Ég glemdi alveg að gáða þessu áðan. Rosenberg, sjáðu. Háæruverðuga Skotta, það er ég. Til hamingju með að vera orðin pendúll. Pendúll? Í mannheimum. Vertu nú sæl, Bragi. Og Ægir. En skemmtilegt. Sjáðu, Rosenberg. Hvað? Fyrst að Bragi og Ægir sendu mér svona fallegt bréf, þá varð ég auðvitað að svara þeim. Og ég bara endurvann umslagið.